Einokun ríkisins á fjarskiptasviðinu var formlega rofin með opnun farsímaþjónustu Tals hf. En fyrsta samtalið gekk svolítið brösulega þegar samgönguráðherra reyndi að ná sambandi við Kristján Jóhannsson söngvara sem staddur var í Georgíu. Hello? Yes. Hi. You're from Iceland? Yeah. Sigurjón. Okay. Hello? Is Kristján Jóhannsson, is he there? Yes, he will be ready in 5 minutes. I was thinking in 5 minutes on the stage. Yes, thank you. Nýtt fyrirtæki Íslandssími boðaði enn aukna samkeppni í símamálum og landsmenn fjárfestu sem aldrei fyrr í símatækjum og jókst notkun farsíma 80–90% á árinu. Þegar samningur Landssímans GSM og gervihnattasímafyrirtækisins Iridium tók gildi í vetrarbyrjun voru landsmenn myndir á að þeir lifa á gervihnattaöld. Nú geta menn á sambandi hvar sem á jarðkringlunni, jafnvel á tindi Everest. Og ef ég vil hringja úr þessum síma í GSM síman minn, þá stimpla ég númerið og hringi. Bylgjurnar fara núna upp í gervihnött hérna fyrir ofan, þaðan í gervihnött fyrir ofan Ítalíu, niður í jarðstöð á Ítalíu, með venjulegri símalínu upp alla Evrópu, með sæstreng frá Þýskalandi til Íslands, þaðan í GSM-mastur sem sendir henni síman minn. Hvað skyldi þetta vera? Og enn var boðuð bylting í símamálum þegar Skíma opnaði netsíman, þar sem hægt að hringja til útlanda fyrir 3/3 lægra verð en áður.